Þetta tónlist sem meðal annars leikin á Búsahöld, en nemendur tónlistaskólana í Garði og Sandgerði fluttu tónlist sem unnin var sérstaklega fyrir opnunsýningar á byggðasafninu á Garðskaganum og dögunum. Sýningin Hugur, heimili og handverk Suðurnesjamanna opnaði á Garðskaga mánaðamótin. Þau Tanja Halla Önnudóttir sýningastjóri og Þórarinn Magnússon safnvörður settu upp sýninguna auk þess að fá aðstoð úr ýmsum áttum. Tanja hönnuðu sýningarinnar. Það voru hjónin Ásgeir Hjálmarsson og Sigurjóna Guðnadóttir sem opnuðu sýninguna. Ásgeir stofnaði Byggðasafnið á sínum tíma og var fyrsti forstöðumaður þess, og Sigurjóna dóttir Guðna Ingimundarsonar, en vélasafnið á Byggðasafninu kemur úr fórum hans, ásamt bláa trukknum sem allir garðmenn þekkja. Og nú verður opið alla daga með stórum stöfum frá klukkan 10 til 5, frá 1. maí til 30. september. Og það kostar ekkert inn? Það kostar ekkert inn á þetta safn og það eru allir velkomnir. Og það má kannski taka það fram líka, það opið allir hátíðisdaga. Það verður opið á 17. júní, uppstillingadag, sjómannadaginn, Hvítsönuhelgina og auðvitað Verslunarhelgina líka. Þeir voru með skemmtilega viðburð við opnunina. Þeir fengu tónlistaskóla fólk úr bænum til þess að gera skemmtilega hluti. Já, það tókst alveg einstaklega vel og var skemmtilegt, og það hluti af sýningunni Hugur, heimili og handverk, eða það var hluti af því sem við sóttum til uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og með styrk sem þeir samþykktu, og hluti af því var að fá verið í samstarfi við tónlistaskólann í Garði og tónlistaskólann í Sandgerði. Og skólastjórnin komu að með nemendum og kennurum, og það var gerð svona mjög skemmtileg, hvað geti kallað það, hljóðupptaka af, það var mjólkurbrúsi og það var ýmis svona tæki til heimilisnota sem var tekin upp hljóð og sími og klukkan í stofunni og svona ýmis tæki, og það var spila hérna og fólk þurfti að geta svona hvað þetta var, gerði sér nú ekki allir grein fyrir því. Og síðan spiluðu ungmenni á þessi heimilis, tæki, það hvað maður getur sagt, þarna á sýningunni, og tókst hún rosalega vel. Sannkallaður gjörningur? Já, það var sannkallaður tónlistargjörningur, og ég veit að þau eiga eftir að nota þetta aftur. Og þetta bara svona nýr vinkill hérna í samstarfi við Byggðasafnið. Og þið að gera margt skemmtilegt hérna á safninu? Já, við reynum það. Fyrst og fremst erum við náttúrulega að segja sögu hérna Suðurnesjamanna og síðan íbúa í Suðurnesjabæ, Garði og Sandgerði, og erum með ýmislegt frá bæði atvinnulífi og landbúnaði og síðan heimili, eins og við vorum að opna helgina. Og svo náttúrulega það sem aðal nelleikan í hnappagati þessa safns, ef ég má orða það svo, það náttúrulega vélasafn Guðna Ingimundarsonar. Og það hérna áfram, og við vorum aðeins að skipta út vélum í vor, þannig að þeir sem eru búin að koma oft og skoða vélarnar, þeir sjá einhverja nýja núna í sumar. Já, þannig að þeir rauninni hafa þetta þannig að vélarnar eru ekki allar hérna á sama tíma. Nei, við komum náttúrulega bara ekki öllum fyrir á sama tíma, en trukkurinn hér inni, og það var aðeins skipt út vélum, og svo munum við láta vita og auglýsa sér viðburði þegar við störtum vélum. Og ég vil líka minnast á það að áraskipið Fram sem hérna hjá okkur, það súðbyrðingur, og súðbyrðingar komist á heimsminjaskrá UNESCO fyrir 2 árum síðan. Og þannig að það alveg þess virði að koma að kynna sig hvað súðbyrðingur líka því að það hefur verið svolítil umræða varðveislu trébáta og þó stærri báta líka á Íslandi og þeir sem voru smíðaðir á Íslandi. Þannig að við viljum vekja athygli á því. Og safnið með nokkra báta í sinni varðveislu? Já, við varðveitum 3 súðbyrðinga og það einn þeirra hérna á sýningu, og það Fram. Og svo bara verður framtíðin að segja okkur og sýna okkur hvað kemur í ljós, hvort að við getum skipt út eða hvort að við getum sýnt á síðar meir. En allavega Fram hér á staðnum. Svo þið með gömlu húsin í Sandgerði hérna í rými hjá okkur? Já, húsina Sigga í Báru. Okkur þykir svo vænt þá sýningu og eins og svo sem allar aðra sýningar hér. Og við erum smám saman að byggja upp þá sýningu Sandgerði og höfum fengið mikið af upplýsingum húsin en vantar þó ennþá. Svo vorum við að fá myndir, yfirlitsmyndir frá Sandgerði frá 58, 90 og 99. Svolítið gaman að bera það saman hvernig Sandgerði hefur þróast og svo á ég von á því að ég geti útvegað mér mynd frá 55 þar sem búið að skrifa inn á hvar Sólbakki eða hvar þessi bær og þá getur fólk leitað á myndinni út frá húsunum á sýningunni.
svona hlutu Sandgerðis alltaf svona smá að vaksa hérna á safninu. Já, enda þetta byggðasafn á Garðskaga byggðasafn þeirra sem í Garði og Sandgerði. Þetta byggðasafnið í Garðskaga í Suðurnesbæ. Hvað með svona önnur rými í safninu? Það að fara að opna síðan svona fleiri sérsýningar? Já, það eitt rými sem var lokað núna 30. apríl og verður lokað núna út maí. Við ætlum að setja upp lýðveldissýningu. Því lýðveldi Íslands 80 ára 17. júní og það verður víð land hátíðahöld og meðal annars verður við með lýðveldissýningu inn á safni hjá okkur í rýminu við móttökuna og lýðveldisvitin okkar á Garðskaga, hæsti viti landsins, hann tekur líka þátt því að hann líka 80 ára á árunum. En það reyndar ekki fyrir 10. september en hann verður látin taka þátt í hátíðahöldunum alveg frá 17. júní. Og við kynnum svo frekari dagskrá sem mun, til dæmis á 17. júní, þá verið að móta dagskrá sem verður í lýðveldisvitanum. Sýningin Hugur, heimili og handverk Suðurnesjamanna. Já. Hver svona hugmyndin á bak við þessa sýningu? Hugmyndin bara að kynna fólki fyrir heimili fólks í sjávarþorpum. Það hugmyndin á bak við. Og munirnir sem þið eru að sýna, hvaða munir eru þetta? Munir eru frá fólki hérna á svæðinu. Munir eru úr Garði og Sandgerði og það svona sitt lítið að hverju. Það liggur mikil vinna á bak við þetta? Já, það liggur mikil vinna á baki. Hvernig svona undirbygguðu þetta og hófuðu sama munina og svona settu þetta upp? Sko, munirnir voru hérna á safninu. Svo var bara að setja þetta upp og teikna þetta allt og svo náttúrulega skiptir miklu máli að fá styrk. Og þessi sýning styrkt af uppbyggingarsjóði Suðurnesja. Svona hvað að reyna að draga fram, hvaða tímabil þetta sem að þið eruð að horfa til? Það svona sitt lítið að hverju. Það sko, eldhúsið hérna frá 1950 og svo eru alls konar munir en það oft verið að tala sko, hvernig hægt að færa söfn inn í nútíman. Og hugsunin var svolítið þannig að sýna það að fólk alltaf fólk. Þannig að hugur, heimili og handverk, þetta bara að hleypa fólki inn á heimili fólks áður fyrr og sýna nútíminn, fortíðin, hugsum öll svipað. Hvernig sýningin byggð upp? Þetta eru 3 rými. Já, sýningin ber yfirskriftina hugur, heimili og handverk. Þannig að fyrsta rýmið heimilið, svo tekur hugurinn við, sem svona, við nálgumst það í gegnum skrif, það eru dagbókaskrif, ljóð, rithöfundahorn. Og svo síðasta rýmið, það svona handverk. Og þar safn af saumavélum? Já, það stórt safn af saumavélum, eins og fyrsta rýmið stórt safn af útverfum. Byggðasafnið á Garðskaga á myndarlegt safn af saumavélum sem sýnt í handverksluta sýningarinnar. Þar naut safnið aðstoðar FabLab Suðurnes við að útbúa merkingar við allar vélarnar. Í þessu saumavélurými, þar kannski sést líka hvað var verið að gera í handverkinu hérna áður fyrr? Já. Bæði að fella netin heima og sjóvettlingarnir og útsaumurinn og ýmislegt. Og hveitipokar sem hafa komið á góðum notum? Já, við fáum sko gæsahúð þegar við fáum hveitipoka í húsið sko. Að það svolítið skemmtilegt að hérna á rúminu líka hveitipokalag og hveitipokarúmföt og svo erum við með hveitipokakjól og svo fjöldan allan af hveitipokunum sjálfum. Og þetta var allt saman til þetta? Þetta var allt saman til. Já. Þetta safn leynir á sér? Það ýmislegt til á safninu. Það ýmislegt til. Hvað gerir heimili að heimili? Fólk. Fólk gerir heimili að heimili. Gerir hús að heimili. Þannig að, og svo tengjum við kannski einhverja muni við fólkið. Stofuklukkuna hjá ömmu og afa og... Og hérna veggur, bara með fjöldin allar á útvörpum, þetta var náttúrulega á öllum heimilum í eina tíð? Já, kannski bara eitt stykki, ekki svona mörg. Já. Á þessi sýning eftir að þróast eitthvað áfram og hvað stendur hún lengi? Þetta verkefni 2 áfangaverkefni og þannig að fyrsta áfanga lokið og þetta föst sýning. En svona bara eftir að bætast við hana og breytast eftir hvað í gangi. Kannski kemur smá svona jólaeldhús og jólastofa og jólabókaflóð og nú heyrist í klukkunni ömmu og afa. Þetta mjög heimilislegt. Þetta mjög heimilislegt. Og þeir eru með síma og það hægt að hringja á milli? Já, það hægt að hringja. Það ákveðin saga þar á bakvið, sko. Við tökum á móti mikið af skólahópum
og þau maður segir við þau ætlar ekki að leggja á, skella á og þau eru hætt að tengja við þetta. Nú segja þau að loka. Þannig að þau mörg hver kunna ekki á skífusíma og þau geta prófað það hér. Hlusta á sóninn, hringja á milli rýma. Þeim þykir það mjög spennandi. Svo það kannski að lokum verslun Þorláks Benediktssonar. Já, hún blómstrar. Þeir eru komið með ýmsan varning sem þeir eru að selja. Já, við tökum á móti mjög mörgum gestum þarna í verslunni íslenskum og erlendum og verslun Þorláks orðin móttaka og svona upplýsingamiðstöð bara hér á safninu og fyrir svæðið og við höfum sent inn síðastliðin 2 ár til uppbyggingarsjóðs Suðurnesja óskir nýsköpunarstyrki og fyrra árið þá var það að búa til kertavita 5 kerti úr Suðurnesjabæ af því það eru 5 vitar í Suðurnesjabæ og við erum búin að fá þá, það er enda kemur Sandgerðisviti núna upp úr miðmánuðinum, mjög skemmtilegt og við vinnum þetta í samstarfi Kertahús og Ísafirði. Þannig að þá er kertavitinu komnir og svo datt okkur í hug í framhald af því að þá yrðum við að athuga hvort við getum ekki fengið nýsköpunarstyrk fyrir vitakortum úr Suðurnesjabæ og Reykjanesvita. Það er eftir því sem bestu 13 vitar á Reykjanesi en það er ekki að gleypa allan heiminn í einu. Þannig að við byrjum með vitunum í Suðurnesjabæ 5 og Reykjanesvita í kortin og við fengum að Braga Einarsson listamann hér úr garðinum til að mála vatnslítamyndir af öllum vitunum og svo hafa verið gerð póstkort og þetta í senn minjagripur og listmunur og bara beinlegt póstkort og ég bara hvet fólk til að koma og skoða þessu fallegu gripi. Og svo erum við á Rostungshvalanesi og ég sé að rostungarnir, þeir eru komnir hérna alveg bara heil hjörðaðum í verslunina. Já, nú eru bara komið fjöldi rostunga hingað á byggðasamlag Garðskaga og sem er staðsettið mitt á Rostungshvalanesi og við viljum endilega halda þessu heiti við þó að Rostungshvalanesi sjálft hafa nú náð lengra heldur en okkur bara á Garðskaganum og í vetur þá gerðum við samkomulag við listakonu sem býr hér í garðinum og heitir Ingibjörg Kári Jóhannesdóttir og hún er lærð leirlistakona og hún gerði fyrir okkur rostunga og hver og einn hefur sitt einkenni og sinn persónuleika og þeir eru sem seldir hér og komnir. Og það er að gera að koma bara á safnið og líta á þá. Það er alveg skín af þeim gleðin yfir því að vera komnir hingað loksins aftur eftir öll þessi árið. Sagt er að það veiði hafi hætt hér á rostungum upp úr 1100.